Sæl og velkomin í Samfélagsvaktina. Við bjóðum gleðilegt nýtt ár og við erum með góða gesti hér í fyrsta þætti ársins. Það formaðurinn okkar, Þuríður Harpa Sigurðardóttir, og svo nýr og spennandi félagsmálaráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Verið velkomin. Takk. Ég ætla að byrja á svolítið óvenjulegum hlut, Guðmundur. Ég ætla að byrja á að hrósa þér. Þakka þér fyrir. Og mér langar bara svolítið að segja takk. Þú tókst mál í blálokin á síðasta ári, nýorðin félagsmálaráðherra, og breyttir reglugerð. Þetta voru ekki mörg orð, en þú breyttir reglugerð með þeim hætti að heimilisuppbót skerðist ekki ef að einstaklingar undir 26 ára aldri eru ekki í fullu námi. Af hverju var hægt að gera þetta bara svona? Já, fyrir mér þetta bara stórt réttlætismál og þetta hluti af því að jafna aðstöðu fólks til náms óháð bakgrunni. Þetta mikið réttindamál fyrir fjölskyldur örorkulífeyrisþega til þess að bæði börn þeirra eða ungmenni, kannski ekki börn lengur þegar fólk komið á þennan aldur, til þess að fá tækifæri til þess að mennta sig og menntun náttúrulega okkar helsta tæki í samfélaginu til þess að búa til jafnar og réttlátara samfélag. Þannig að eftir að hafa átt minn fyrsta fund með Þuríðu Hörpu og Öryrkjabandalaginu, þar sem að þetta var eitt af mörgu sem að þau komið með upp á fundunum, þá setti ég bara vinnu í gang við að skoða hvort að við getum ekki bætt úr þessu og það var hægt. Var þetta ekki betri en bara allir flugeldar á gamlarskvöld að fá þetta bara kvissbang? Þetta var mjög ánægilegt og mjög gott að sjá þetta mál í höfn, og þetta skiptir miklu máli fyrir mjög marga öryrkja og börn þeirra, ungmennin sem eru í námi. En kannski bara aðeins að koma inn að í raun og veru, þarna verið að tala um að jafna aðstöðumun og allt þetta, en sko þetta ætti auðvitað ekki að vera neitt að inn þessu reglugerðarbreytinga yfir höfuð, sko, eða þessu reglugerð yfir höfuð, en þetta var mjög gott að þetta kom inn. En ég tók eftir öðrum, ég langar aðeins að spyrja þig um það, Guðmundur, að þarna þarna búið að taka út fullt nám, heldur bara að tala um nám, en þú bætir inn, og mér langar að heyra hvað þú hugsa það, þú bætir líka inn starfsþjálfun. Já, okkur þótti bara eðlilegt að þetta héldist í hendur, vegna þess að oft á tíðum að ræða þjálfun, sérstaklega í iðnnámi, þannig að maður væri alveg örugglega að hafa það inni. Það engin misskilningur það að þetta væri verið að horfa til bóknáms á sama hátt og starfsnáms eða iðnnáms. Og mér þótti það bara mikilvægt að gera ekki greinamun þarna á milli, þannig að við þurftum ekki að breyta þessu aftur, en að því þú nefndir flugelda, þá verði ég að fá skjóta inn í já, þessi betri en nokkri flugelda, þá vil ég allan að meina það. Síðastliðin 4 ár sem umhverfisráðherra, þá var ég spurður okkar í einasta ári í kringum áramót hvað nú með þessa flugelda, þannig að ég slapp við það núna, en fékk að taka þátt í skemmtilegri breytingu í staðinn á þessari reglugerð. Ég leyfi mér að segja, og ert ekki sammála með Þuríður, þetta var flott fyrsta mál hjá nýjum félagsmálaráðherra. Mjög flott. Nú held ég verði að hætta að hrósa mér og fara svona aðeins að Takk fyrir það, þá tökum við taka mig aðeins meira fyrir. Ef við horfum kannski á allra stærsta málið sem þú hefur svo sem vakið máls á og talað sem endurskoðun á almannatryggingakerfinu og þeirri löggjöf. Ég hef séð þú sagt að þetta er að byrja bara fljótlega. Það var enda margir sagt á undan þeirra það er að endurskoða þetta. Sannfærður okkur að þetta verði og hvernig ætlar að gera þetta? Já, ég veit að það hafa mjög margir á undan mér sagt þetta og stjórnmálamenn hafa talað þetta í mjög langan tíma. Ég hins vegar bara staðráðin í því að gera mitt allra besta til þess að láta þetta verða veruleika, og ég finn líka bara stuðning til þess í stjórnarflokkunum öllum. Þú ert með gott bakland í ríkisstjórninni í þessu. Þetta ofarlega í stjórnarsáttmála, og ef maður hlustar eftir því sem að svona umræðan var líka bara fyrir kosningar,
að þá var hún það að já, þetta eitthvað sem að við náðum ekki að gera á síðasta kjörtímabili og það verður að takast á þessu kjörtímabili. Það hefur verið gerð ýmiss konar undirbúningsvinna, meðal annars skrifaða skýrslur og gert mat á ákveðnum þáttum í kerfinu og ég held að sé mikilvægt að við tökum þá vinnu sem að búið að vinna og förum að byrja strax á að móta tillögur. Við þurfum að finna hverjir eru ásteytingarsteinarnir í þeirri vinnu sem að hefur farið fram og reyna að tækla þá og koma fram með tillögur, ræða þessar tillögur og koma þessu til framkvæmda. Ég þori kannski ekki alveg að fara með tíma ásinn í þessu strax, við þurfum svolítið að fara yfir það og ég vil líka eiga það samtal við ykkur, en í mínum huga þá bara mjög mikilvægt að huga markmiðum breytingar sem þessara og það náttúrulega að tryggja það að fólk hafi sómasamlega afkomu og að auka virkni fólks sem þáttakendur í samfélag án aðgreiningar. Þetta eru kannski markmiðin og ég líti á þetta svolítið sem kannski þrennskonar verkefni og sjálfsagt eru fleiri þættir sem að maður ætti að tína til, en í fyrsta lagi að einfalda bótakerfið og það þarf að gera það gagnsærra, það þarf að gera það skiljanlegra og einfaldara, kannski sameina einhverja bótaflokka, það þarf að draga úr skerðingum, innbyrði skerðingum sérstaklega og við þurfum að komast að samstöðu það hvernig við metum inn í kerfið. Minnst þetta svona vera grundvallaratriði þegar kemur að einfölduninni, þannig að fólk geti séð sér farborða ef það getur ekki unnið og að við getum aukið þáttöku fólks á vinnumarkaði sem að getur unnið. Og þá komum við að öðru atriðinu sem að þá aukin þáttöku fólks á vinnumarkaði. Og þar skiptir að mínum mati tvennt mestu máli og það náttúrulega í fyrsta leið að sé ykkur störf í boði. Það séu sveigjanleg störf í blóði. Já, það er kannski ekki verið endilega svo mikið það. Já, ég held allavega að við þurfum að fara í stór átak í þeim efnum. Og þá ég ekki bara að hugsa hlutastörf, heldur líka kannski það sem við ættum að kalla fjölbreytt eða sveigjanleg störf. Því að eitt manneskja sem með skerta starfsgetu og getur unnið kannski 40-50% á dag, alla daga. En svo líka með fólk sem getur kannski unnið 70% eða 100% í einn mánuð og svo ekkert í halva mánuð. Og það þessi atriði eða þessi fjölbreytileiki sem að við þurfum að ná betur utanum og þá bara með auknum stuðningi og þjónustu á vinnumarkaðnum. Og þetta held ég að sé algjört lykilatriði. Hið opinbera þarf að ganga fram fyrir skjöldu með því að reyna að fjölga hlutastörfum og sveigjanlegum störfum, en við þurfum að fá atvinnurekendur með okkur í lið þarna og þá kemur kannski að þriðja atriðinu sem að menntun og endurhæfing. Og þar held ég að við þurfum að leggja stóraukna áherslu á endurhæfinguna og þá bæði fyrirbyggjandi aðgerðir að fólk fari síður inn á örorku og svo hitt að hjálpa fólki út af örorku eða þannig að það fari allavega hluta til aftur út á vinnumarkaðinn með enn frekari áherslu á endurhæfinguna. Ég held að eitt af því sem við þurfum að skoða þar til dæmis endurhæfingar tímabilið, er það nógu langt 3 árin, eigum við að lengja það, hvernig getum við markvisst farið yfir það hvers konar úrræði sé best að grípa til og þetta held ég að þurfi svolítið að liggja fyrir áður en að kerfisbreytingin sjálf á sér stað, eða þetta þarf allavega að haldast í hendur. Þannig að þegar við förum að pæla í tímarammanum og það kannski að gera þetta í áföngum, þá þurfum við svolítið að átta okkur á því hvað á að koma fyrst og hvað kemur síðan. Og það kannski, ef við má aðeins halda áfram, mér finnst vera lykilatriði og það í stjórnarsáttmála að fólk hafi val að færast yfir í nýtt kerfi og geti farið tilbaka ef það vill það ekki. Þetta hluta því að reyna að búa til traust breytingarnar og í öðru lagi að við gerum þetta saman og kannski í þriðja lagi að við séum að gera þetta í skrefum. Þurður, við bara þögðum, vorum mjög spennt að heyra þetta. Hvernig hugnast þér þetta sem þú heyrðir núna? Mér hugnast þetta mjög vel og get ekki annað sagt og þetta gefur svona bara
svona fyrirheitum að vel verið farið að stað og maður náttúrulega vill að það gerist sem fyrst að við fyrir að sjá einhver tímapunkt þar sem að verði að leggja upp í vegferðina þannig að maður sjá hún sé raunverulega að eiga sér stað þannig að það er kannski alltaf mikilvægt mér fannst kannski ég myndi kannski vilja kannski bæta við að það til fatlað fólk sem að hefur aðgengi að vinnumarkaði hugsanlega en bara getur ekki farið inn á hann vegna þess að skerðingarnir eru of miklar. Þannig að það er rosalega sko erfitt að horfa upp á það og maður svona finnur til alveg með fólki sem maður hreinlega hefur ekki erindi sem erfiði inn á vinnumarkað þó það hafi tækifæri til þess að vera í vinnu sko. Ert þú að kalla eftir til að mynda til að auka á þetta traust að það séu einhver þau mál sem einfalt að laga að jafnvel þá að gera það bara strax eins og var gert með svo flottum hætti varðandi heimilisuppbótina? Já, ég held allavega að það væri mjög gott að sjá einhver skref tekin strax í þátt að draga úr skerðingum og við vitum að það þarf að gera það taka dálítið stór skref þar til þess að skipti máli og svo hugsanlega að við erum búin að vera að tala frítekjumarkið síðan sem hefur ekki hækkað síðan 2009 að það væri kannski frítekjumarka atvinnutekjur fyrir öryrkja að það væri hækkað bara með svipum hættu var gert fyrir eldri borgara það var allavega sýndi vilja og svona liðkað til að þeir sem að geta og hafa aðgengi að vinnumarkaði þeir gætu þá hefðu þá erindi sem erfiði. Ég sé þú ert að hlusta Guðmundur, eitthvað viðbrögð á þetta? Já, ég meina ég held að við séum í grunninn öll sammála það að frítekjumarkið hafi ekki hækkað síðan 2009 sé eitthvað sem að þurfa að taka á. Ég meina þetta kom til umfjölluna núna í umræðum fjárlög og afstaða okkar var svo að við vildum fara í heildarendurskoðunina, taka breytingarna fyrir heildstætt. Það má alveg deila það hvort að við eigum að stökkva inn í og taka þetta skref eitthvað á undan eða ekki, en ég myndi allavega vilja sjá hvaða áhrif það hefur að gera það í samhengi við aðra breytingar sem það þarf að gera. Og þess vegna var það nú að við vildum fara þá leið. Kerfið er flókið og eitt af því sem er flókið við þetta er að ef við hefðum hækkað til dæmis frítekjumarki núna þá hefði það sem að heitir fall krónunar aukist sem að kemur sér líka illa fyrir þau sem að eru afla sér tekna. Þannig að það er kannski ekki síst þess vegna sem að maður hugsar við þurfum eiginlega svolítið að skera þetta upp frá rótum. En ég vil halda áfram að hlusta og reyna að gera það. Ég hjó eftir einu sem þú nefndir að þessi vinna myndi hefjast fljótlega eftir áramót. Ef maður leyfir sér að taka pólitíkina eins langt og hægt þá getur það þýtt alveg fram í maí. Ég veit þú ert ekki þar, en hvenær byrjar þessi vinna ef að allt gengur eftir? Já, nú veit ekki hverju, ég þori ekki að lofa einhverju, en ég er á fullu í undirbúningi núna að því að reyna svona að teikna hvert verkefnið og það sem að ég held, eins og ég segi, ég held að við þurfum að vinna þessar tillögur á grundvelli þeirrar vinnu sem að þegar hefur farið fram og hvenær maður formlega setur það í gang, við skulum vona að það verði í síðasta lagi í næsta mánuði sem að það byrji. Síðasta lagi í febrúarlok? Já, ég ætla að segja það með smá fyrirvara. Ok, en ef þú getur sveiflað þessum pólitísku töfrasprota, búið til fullkomin heim, hvernig viltu sjá kerfið, hvað á það að uppfylla þegar búið að endurskoða það? Já, þetta er mjög góð spurning og fyrir mér á kerfið að uppfylla það að fólk sem að ekki getur verið á vinnumarkaði að það hafi þann stuðning frá ríkinu að það geti lifað
sómasamlegu lífi. Og ég veit ekki alveg hvernig ég á skilgreina sómasamlegt líf, en einhverja skilgreiningar höfum við Við erum með lágmarkslaun. Já, akkurat, við erum með lágmarkslaun, við erum með viðmiðanir varðandi húsnæði, húsnæðiskostnað og svo framvegis. Ég held að eitt af leiðarljósunum okkar eigi að vera heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og ég er nú vanur að vinna með þau úr umhverfisráðuneytinu og í þeim geira. Þau eru náttúrulega mjög mörg sem að fjalla félagslegar áherslur, jafnrétti, örugga afkomu og bara lífsgæði. Þannig að ég myndi vilja sjá okkur vera á þeim stað að já, fólk sem ekki getur unni fyrir sér sjálft eða tekið þátt í vinnumarkaði, að það komist af, nái endum saman, ég held að sé ágætt að orða það þannig, og að við séum með kerfi þar sem að fólk sem getur unnið eitthvað, það fái til þess tækifæri og gleymum því ekki heldur, og þetta finnst mér sko ekki síðuskipta máli, að lífsgæðin sem að felast í því að vera þáttakandi í samfélaginu held ég geti aldrei verið ofmetin. Það þarf ekki endilega að vera að taka þátt í vinnumarkaði, það getur líka verið að vera virkur þáttakandi með öðrum hætti í samfélaginu á sjálfsögðu. Tómstundir, bara algjörlega. Allt sem... En hérna ætla ég að taka dæmi að því ef þú ferðin á vinnumarkað, af því við erum svolítið mikið að tala um það, við þurfum að auka það. Hvað gerist fyrir þá manneskju sem að getur orðið með þeim hætti virkari þáttakandi í samfélaginu? Ég held að svo manneskja, hún lifi með meiri reisn og virðingu, vegna þess að hún er að leggja á mörkum, finnst sitt framlag skipta máli. Svo manneskja, hún fær félagskap við annað fólk, bara þetta grundvallar, þessi grundvallar þörf okkar fyrir að vera með fólki, og þú fær meiri tilgang. En gleymum því heldur ekki að það sama á við fólki sem er að vinna með þeim sem eru með skerta starfsgetu. Vegna þess að manneskja með skerta starfsgetu er ekkert minni húmoristi endilega eða leiðinlegri starfsfélagi eða með skoðanir sem að líka ekki upp á vinnustæðin og svo framvegis. Og ég man eftir því á einum fundi sem að ég satt með ykkur hjá ÖBI, að þið voruð að fara yfir rannsóknir sem að benda til þess að það sé jafnvel meiri framlegð í fyrirtækjum þar sem að fjölbreytileikinn í starfsfólkin er meiri og þar sem að fólk sem er með einhverja fötlun eru þáttakendur. Þetta ætlaði ég að minna þig á næst, en þú ert greinilega að vinna heimavinnuna. En þess vegna er ég að segja að fyrirtæki sem að munu leggja sig eftir þessu, ég held að það verði fyrirtæki sem að mörgu leyti muni geta til lengri tíma skapa sér meiri samkeppnishæfni, og ég er með smá líkingu, ætla að leyfa með smá líkingu núna yfir í það sem að ég var að starfa við áður sem umhverfisráðherra, þar sem að fyrirtæki í auknum mæli voru að gera sér grein fyrir því að ef þau eru með virka stefnu samfélagslega ábyrgð, umhverfisstefnu, að þá eru þau líka líklegri til þess að laða sér fólk sem að vill vinna hjá slíkum fyrirtækjum. Ungt, velmentað fólk sem að lætur sér þessi mál líka varða. Þannig ég held að ríkidæmið, það eykst ekki bara hjá þeim sem að fá tækifæri til að verða öflugri þáttakendur í samfélaginu, heldur líka hjá þeim sem að er í samskiptum með þau og fyrirtækjunum sjálf. Svona allavega sé ég þetta fyrir mér, og síðan náttúrulega er kannski voðalega auðvelt að vera ráðherra sem er búin að vera ráðherra í 1 mánuð og tala fagrum orðum þetta, en ég held að það sé fyrsta skrefið. Er hann að gleyma ykkur Þuríður, eða viltu minna hann sérstaklega á eitthvað svona upphafi þessa? Mér finnst það bara að fara mjög vel yfir þetta og svona flesta sem ég hafði hugsað mér að kannski minna á að það er bara eiginlega komið fram hérna, þannig að ég kannski hugsanlega þurftum að horfa til hvað ég segja, forvarna meira. Fyrir þá yngra fólk? Bæði yngra fólk, og svo er það líka bara við sjáum að þessi hluti þeirra sem koma inn á örorku eru konur 55 plus og bara af hverju er það er kannski, við erum að skoða það pínlítið, en jú, ungt fólk, að forvarnir, þá er ég að tala um að skólakerfi grípi utanum þau börn sem þurfa stuðning snemma og skilir þeim inn í út úr grunnskólum svona færari til þess að takast á við það
að fara inn í framhaldsskóla. Það var ekkert brottfall, við vorum einmitt að ræða brottfall aðeins í gæra og hérna velferðarvaktinni og þar var skýrsla sem hann Kolbeinn Stefánsson var að kynna sem að var einmitt að tala brottfall ungmenna og hverjir væri að lenda helst í því. Þannig að maður sá það að það var til dæmis börn öryrkja, börn fallarsfólks, þau eru líklegri og það var fátækt spilað þar, dálítið stóra rullu. En svo líka bara stuðningur. Fyrsta sem mér dettur í hug í því samhengi líka bara niðurgreidd sálfræði þjónusta og aukið aðgengi að henni. Já, gríðarlega mikilvægt. Er það eitthvað sem að hljómar í þínum huga? Já, ég þarf að gera það. Já, sko, ég held að þetta akkurat hluta af þessum stuðningi eða aukna stuðningi og þjónustu sem við þurfum að huga að. Reyndar var ég að tala í því samhengi þegar við erum að kannski reyna að koma fólki meir út á vinnumarkaðinn, en það sama prinsip náttúrulega bara við þetta. Og svona það sem mér hefur tekist að setja mig eitthvað aðeins inn í þessar tölur og þróunina í bæði, allir fína orðið sé ekki nýgengi örorku, mér finnst alltaf svo, þessi orð svo skrítin, hversu margir koma nýir inn, við skiljum þetta. Fjölgun. Já, fjölgun. Að sko, það einmitt konur yfir 50 og þá spyr maður sig, og ég sammála því að ég held að við þurfum að greina það betur og reyna að ná utan það og þá eigum við að setja í gang einhverju verkefni til þess að reyna að taka sérstaklega á við það. Eru þetta konur sem eru í dæmigerðum álagskvennastéttum, hvort sem að það í skólakerfinu eða í heilbrigðiskerfinu eða þetta konur sem að vinna erfiðisvinnu, skiljið? Eða þetta konur sem eru á þriðjuvaktinni, sem eru með veikan aðstandanda eða fatlaðan aðstandanda, það getur svona viðbót. Við höfum séð tölur að nánast hvergi í Evrópu fer fram meiri umönnun en heimafyrir og ákveðum lendir það. Já, þriðjuvaktinni. Það svolítið svoleiðis. En þannig að ég tek algjörlega undir þetta að þetta svona kannski, ef ég má koma með aðra líkingu við annað mál sem að ég held að, sem náttúrulega stórt mál hjá mér líka, sem að snýra eldra fólki, það sem að var gerð kerfisbreyting 2016 og það sem að mig langar til að gera núna í rauninni að meta svolítið hvernig gekk það. Og þá kannski ekki síst með tilliti til þess sko hvaða hópar eru það sem að ennþá standa lökustum fæti og við þurfum að lyfta upp. Og ég held að þetta eru greiningar sem að þarf að gera til þess að geta tekist á við þessi viðfangsefni sérstaklega. En ég held að það sama sko ef við erum að horfa eins og í þessu tilfelli með konur sem að eru að koma í meira mæli eftir 50 inn á örorku. Þú nefnir þau eru að hluta þeim séu kannski konur sem eru örorku, eru aðstandendur fyrirgefðu, aðstandendur öryrkja eru á þriðjuvaktinni. Sama þá með börn sem eru að falla úr skóla. Þannig að þetta tengist, þegar við erum farin að sjá að það eitthvað sem að tengist í svona miklu mæli einhverjum ákveðnum hópi, að þá þarf að takast sérstaklega á við það. Og ég velti fyrir mér tvennu sem að ég held að við þurfum líka svolítið að nálgast sko umræðuna í velferðarkerfinu og þessum félagslega stuðningi, að það út frá sko bara fátækt. Hvar hún mest og hvernig ætlum við að takast á við það í skrefum og svo einmanaleiki sem að ég hef í auknum mæli áhyggjur af í íslensku samfélagi. Þetta kannski kristallast ennþá meira náttúrulega í þessu koronaveiru faraldri að þarna eru alveg risastór verkefni framöndan að reyna að ná utan einmanaleika í samfélaginu og hann er mér svolítið magnað að heyra þig segja þetta. Já, í Bretlandi ráðherra einmanaleikans. Bretar eru nú flinkir að þeir setja, þið veitir, bara svona takast sérstök mál og gefa ráðherrum bara setja sérstök embætt það. Og þetta verður vakið mér svolítið til umhugsunar að
við þyrftum að huga að þessu sérstaklega. Mér langar aðeins að fara úr einmannaleikanum í mál sem að hefur brunnið svolítið á hér innan hús og í samfélaginu raun öllu. Það að Alþingi ætlaði að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Já. Það var búið að setja dagsetning á þetta fyrir 13. desember 2020. Nú allt í einu hittu við þig svona sprækan og fjörugan ráðherra, ekki búin að tíni þér vinstrimanninum þó þú sért komin inn í þetta ráðuneyti. Hvenær lögfestu við þetta? Já, nú er ég heppinn að geta sagt að lögfestingin og stofnun nýra mannréttindastofnunar sem hefur nú verið það sem það að við erum ekki búin að stofna mannréttindastofnun við staðir í veginu fyrir því að við geta klárað lögfestinguna, að þetta hverju tveggir og opið forsætisráðherra samkvæmt verkefni stjórnarsáttmála. Þannig að ég bara verða að viðurkenna að ég er ekki með tímafaktorinn í því nákvæmlega, en þetta verður að sjálfsögðu inni í samráði og samstarfi við félags- og vinnumarkaðsráðherra. En við erum að horfa til þess á væntanlega á fyrirhluta kjörtímabilisins að við getum bara klárað þetta. Þetta er bara kafli sem við þurfum að ljúka. Þetta er náttúrulega eitt af stórum málunum. Já, klárlega. Skiptir okkur alveg gríðarlega miklu máli að samningur Sameinuðu þjóðanna sé lögfestur, þannig að til dæmis að dómarar geti litið til hans, að hann sé gildur. Þetta gefur svo mikla stoð í svo mörgum málum að þessi lögfesting eigi sér stað, sem er náttúrulega rökrétt framhald af því að hann hafi verið fullgildur og svo sem búið að tala að það ætti að gera þetta, en það náðist ekki fyrir þar síðustu jól. Þetta er svona akkeri, þetta er eins og með marga alþjóðlega samninga, hvort sem að það er í félagslega kerfinu, umhverfis, mannréttinda getur við sagt, þetta býr til þetta nauðsynlega akkeri sem að þarf þá að innleiða inn í alla löggjöf og réttarstaðan hún gjör breytist við svona lagað sjálfsögðu. Já, við erum að fara að ljúka þessu. Eitthvað sem þú vilt sérstaklega minna Guðmund Ásson í lokin, eða ætlarðu bara fylgjast spennt með honum? Já, ætli ég fylgjast ekki bara spennt með honum, við erum bara eftir og mér sýnist að við megum bara eftir að mjög gott samstarf og skonum góðs gengis í þessu mikla starfi. Þetta er náttúrulega dálítið stórt verkefni að ná utanum að réttlætismál eða réttur fatlaðs fólks til mannsæmandi afkomu og lífs til jafns við aðra. Það er bara gríðarlega stórt, sérstaklega þegar við höfum mistað þetta dálítið mikið niður á undanförnum árum og kannski aldrei náð að vera til jafns við aðra í þessu samfélagi, að hafa mannréttindi og líf til jafns við aðra. Þannig að það er stóra verkefnið og ég vona að þú náður bara langt á þeim árum sem það hefur núna framöndan. Ég held að hljóta að vera, Guðmundur, fyrir vinstrimann að koma inn í þetta ráðuneyti, og mér finnst þú svolítið tendraður að vera að koma inn í til að mynda eins og þennan málaflokk. Er þetta ekki rétt lesið hjá mig? Þú ert svolítið spenntur fyrir þessu. Nei, mjög spenntur. Og það er oft vísir að góðum árangri. Já, vonandi. Nei, ég er það í alvörinu. Eins og bara, ég held að alþjóð viti að ég hef helgað mitt líf umhverfismálum fyrst og fremst. En það þýðir ekki að hjartaði mann slá ekki víðar og maður geti ekki tilengað sér fleiri hluti. Og ég er bara mjög spenntur að fá að takast á við þetta verkefni sem er að efla velferðarkerfið okkar. Ég ætla bara að segja við ykkur takk fyrir komuna og við skulum bara treysta á því að árið 2022 verði ár þar sem að réttlætið nær bara töluverðu framgangi í þessum málaflokkum. Takk fyrir okkur.